Gestur, það stendur mikið til hérna í flugsamninu í dag. Hvað gengur eiginlega á? Já, nú við raunin að kveðja þennan hóp ungu mannana hérna. 25 ungir menn sem að flestir eru reyndar af Suðvesturhorninu hafa verið hérna hjá okkur í flugvirkjanámi í tengslum við Flugskóla Íslands og Tækniskólann. Og þeir eru að klára núna bara næstu daga. Og hvað þeir að gera hér? Fá þeir að fikta öllum vélunum hérna? Þeir hafa verið að skrúa hér vélar sundur og saman og mótora og ýmislegt og hérna, þeir bara komast bara hérna í fullbúið kennslu umhverfi sýnist mér og skilst á þeim sem að vinna við þetta. Koma hérna í vélarnar, fá að vinna hérna í fokkernum, hafa verið að vinna í gamla þristinum, þeir hafa verið að vinna hér í gamla mótorum, taka þá sundur og setja saman og svona ýmislegt sem að til þeir náttúrulega þeirra starfi, væntanlegur starfi. Þetta er væntanlega einstök aðstæða fyrir þetta til að komast í. Ég held þá, þeir hafa sagt að sjálfir við mig að þeim þykir svo gaman að vera hérna því að þeir eru svona inn í sögunni líka. Þeir eru hérna og eru að gera hérna við eitthvað og næsta flugvél 1946 módel af einhverju, fyrsta vél Flugfélags Íslands eða eins og fyrsta vél loftleiða. Þannig að þeir eru svona að vinna svolítið í sögunni. Það er það sem gefur þeim gildi líka, skilst mér á því. Þetta er þá vantarlega skemmtilegasta verkstæði á landinu. Ég geti vel ímyndað mér það því að það er oft mjög skemmtilegt, til mikið hlegið og menn eru mjög líflegir. Þeim þykir þetta gaman. Og þeir eru búin að vera þetta síðan í desember og þetta hefur bara gengið vel. Flogið heim helgar væntanlega. Svona yfirleitt gera þeir það. Þeir keyra mestmegnis suður þá helgar og koma á sunnudagskvöldum og hérna en velja náttúrulega hér og líta á skemmtistaði eins og eðlilegt er með unga menn. En hvað með kennarana? Koma þeir frá útlöndum líka? Þeir eru frá útlöndum. Þetta tengist líka þetta tengist breskum skóla sem í tengslum held ég svo við erlend flugfélög. Og þeir eru breskir og eru hér og hafa verið hér, einn sem núna er hérna hjá okkur, hann er búinn að vera hérna frá upphafi. Þeir skiptu um áramót, komu nýjir menn í staðinn en þetta eru sem sagt breskir og velskir, það verður að taka fram. Hann segist ekki vera Breti, hann er Vilsveri, einn þeirra hérna. Það er muna það? Já, maður verður að muna það, það er alveg á hreinu. Og það verður framhald á þessu? Þetta er annar veturinn. Þeir voru hérna í fyrra og svipaður hópur að fjölda til og mér skilst að þeir séu, ég held ég bara allir búin að fá vinnu. Þessi strákar fara allir í vinnuþjálfun þegar þessum hluta lýkur og þetta er annar hópurinn og ég get ekki séð annað að þetta sé bara vel í framhald á þessu. Hér bara líkar þeim vel og þetta er gaman og gott fyrir safnið líka. Þetta er daufasti tíminn svona við veturinn og þá er gott að hafa og gaman að hafa svona hóp sem að vinna hérna í safninu. So, what is this all about? The guys here are learning to be licensed engineers for companies such as Icelandair, Air Iceland, Norlandair. Some of the guys want to go to the Coast Guard and work on helicopters, but most of them will end up working on airliners eventually as a licensed engineer for the bigger companies. So is this a good place to teach them? This is a fantastic place here. It's a real honour to be allowed to work here because this is the history of Iceland's aviation, all in one building. And this is what has ended up with the guys being in the position they are now. Actually learning to be engineers. This is the whole history of aviation in Iceland in one place. Yes. Fantastic. And you are experienced. You have seen a lot. I've travelled around a bit. A lot of the aviation industry it's a small industry. Everybody seems to know everybody else. Whenever you move around, there's somebody there that you know. It's that sort of a business.